25.2 þar sem við erum silfurvír með 2,6 mm, það er að segja D er jafnt og 0,0026 metrar og hann er að flytja hleðslu Q upp á 420 kúlamb á 80 mínútum, það er að segja 80 mínútur sinnum 60 til að fá sekundunar sem gera cirka 4800 sekundur ef að ég var rétt. Svo erum við með silfrið það er með n fjölda af elektrónum sem fá 5,8 sinnum 10 í 28. stykki á kubikmeter á rúmmetran. Svo er spurt hver er straumurinn í vírnum og við vitum það að E er jafnt og Q deilt með T. Nú erum við búin að skrifa allt uppi, þannig að við getum hérna tekið 420 kúlomb á tíman, 4000 svona, og þá fáum við cirka, ef við sláum þessu nú inn, við náum mér hérna í vasareikni, þá er þetta cirka 420 deilt í 4, cirka 0,0875 amper. Ok, þá erum við komið þetta. Nú ætla ég að biffa þetta hérna svona dót hérna. Þetta get ég ekki einhvern veginn laga þetta til einhvern veginn, sem má sjá. Svona. Ég ætla að minnka þetta einhvern veginn, það er ekki einhvern veginn hægt. Nei, glemir því bara. Herru, ok, við erum komið þetta, þannig að við erum ströyminn, skrifum bara hjá okkur, þannig að E er jafnt og 875 amper og strókum þetta hérna dót hérna út. Ok, þá förum við og veltum fyrir okkur svo spurt hérna hver er eiginlega stærðin á driftkraftin, á drifthraðanum á elektrónum í vír og við vitum það að til þess að finna einhverju jöfnu með einhverjum driftkrafti, drifthraða, þá vitum við það að straumur er E jafnt og fjöldi rafeinda sem er hleðsla í einni rafeind sinnum VD sem er flatamálið á vírnum. Og við vitum það að Q-ið okkar á að vera cirka, fyrir eina rafhleðslu, þá var það að vera Q-e í raun og veru hérna, þetta er fyrir eina rafhleðslu. Það er 1,60 sinnum 10 í mínus 19 kúlum á stykkið. Gáðu það því. Ein rafeind er með 1,60 sinnum 10 mínus 19 kúlum. Og það sem við þurfum að gera er það að við þurfum að einangra þessa stærð hérna. Og við gerum það svona. Við segjum E og deilum uppi með N báðum megin, Q báðum megin og flatamálinu báðum megin. Já, flatamálinu er eitthvað sem við þurfum að finna og sem við getum fundið út með að við þennan hérna, diameter, þvermálið á vírnum. Skulum við geta búið til eitthvað, getum við ekki búið til eitthvað pláss hérna niðri, nei, er eitthvað slappur í þessi dag. Sjáum aðeins hvað við getum gert, við tökum sem sagt E, svona, deilt með fjöldanum, Q, E, sinnum, pi, D í öðru deilt með 4, en það sem að flatamál og hringar getur líka verið pi sinnum D í öðru deilt með 4, það er líka sem sagt pi er í öðru, þetta er sem sagt það sama. Og við skellum þessu bara inn í, við skellum þessu inn í hérna, skal ég segja ykkur hérna, inn í hérna jöfnuna og við þurfum að fara að ráta okkur hérna plássi hér. Þannig að við þurfum að ekki að stróka þetta út hjá ykkur, en þannig erum við sérst með E og E-ið okkar var 0,0875 amper deilt með fjöldanum sem að er 5,8 sinnum 10 í 28. sinnum hleðslun og eðlilega rafeind sem er 1,6 10 mínus 19. Og við þurfum að hafa hana sérst í algildi þó að hún er að vera mínus en við setjum hérna í algildi, við getum sleppt mínusnum sinnum pi sinnum 0,0026 í öðru deilt með 4, setjum þetta hérna inn í svig og allt þetta hérna inn í svig þegar við sláum þessu inn. Og þegar við sláum þessu inn
Svo gera það í góðum fíling hérna. 0,0875 ætla að segja þetta hérna. Hérna 5,8 sinnum 10 í veldinu 28 og 1,6 sinnum 10 í veldinu mínus 19. Þá fáum við cirka 0,00000, þetta er sem sagt 350 sem sagt 1,8 sem er cirka sem sagt 1,8 sinnum 10 í mínus 7 metrar á sekundu og þá erum við komið með þetta dæmi, búin að leysa þetta dæmi.